Þetta hver sem var að koma út og heitir háfjallakvillar, helstu sjúkdómar í mikilli hæð yfir sjávarmáli. Við erum 5 læknar og reyndar mjög góðir vinir. 4 okkar eru einmitt prófessorar við læknadeild og yfirlæknar á Landspítala og svo einn annar vinur sem Ólafur Már Björnsson sem augnlæknir og vinnur hjá Sjónlagi. En við, þessi 4 Landspítalamenn, við einmitt útskrifumst allir saman 1991. Við höfum mjög mikið verið saman á fjöllum, einmitt þessi hópur, bæði gangandi á jöklum og bæði á Íslandi og erlendis. Við höfum farið á Monte Rosa og svona hærri fjöll í Ölpunum. Og síðan höfum við líka verið að stunda rannsóknir á Háfjallaveiki, einmitt á Monte Rosa og birt í vísindaritum, skrifað yfirlitsgreinar Háfjallaveiki og Hæðaveiki. Og þetta svona afsprengi af þeirri vinnu og okkur finnst mikilvægt að koma þessum skilaboðum til almennings og líka heilbrigðisstarfsfólk. Hvað til dæmis hæðaraðlögun, hver eru einkenni hæðaraðlögunar og hvenær verður þetta að Háfjallaveiki og Hæðaveiki. Og þá sérstaklega hver eru einkenni þessar lífshættulegu forma Hæðaveiki sem þá hæðarlungnabjúgur og hæðarheilabjúgur. Stóri kannski hópurinn sem hefur gagnað þessu eru þetta þeir sem eru að fara á skíði í Klettafjöllunum í Bandaríkjunum, til dæmis í Vail og annars staðar í Colorado, í Whistler, Kanada og í Ölpunum. Það eru mörg lyftukerfin þar sem fara býsna hátt og þá fer fólk hratt upp með lyftu og getur alveg hæglega fengið einkenni Hæðaveiki og tekur þá kannski rangar ákvarðanir, fer allt í einu að skíða svarta brekkur sem það ekki vant að skíða vegna þess að það súrefnisskortur og það getur haft áhrif á dómgrindina. Og við erum að fara í gegnum þessa hluti, við erum líka að taka fyrir kvilla eins og meltingartruflanir, svefntruflanir, hósta, augnvandamál í hæð og svo framvegis. Og þetta ríkulega myndskreytt. Það bæklingurinn prentaður á vatnsþolinn pappír, hann fer vel í bakpoka en það líka hægt núna að skanna hann inn á símann og þannig að maður hefur hann hjá sér í símanum. Og við fengum styrk til að gera þetta á nokkra skilyrða innihald og efnistök frá 3 útivistarverslunum og Ferðafélagi Íslands. Og það hægt að nálgast bæklinginn þar á kostnaðarverði, það 1.500 krónur og allur ágóði rennur sér til stígagerðar á hálendi Íslands. Við vorum saman félagarnir á Kilimanjaro á sínum tíma 2007 og urðum töluvert veikir þar. Þá við teldum okkur sjálf að vera í góðu líkamlegu formi sem við vorum, en við fengum samt Háfjallaveiki. Mér var óglatt og fekk mikið hausverk og það svona dróð mér á máttinn, en síðan fengu félagar mínir þarna, annar fekk hæðarlungnabjúg, eða Háfjallalungnabjúg og svo vott af heilabjúg annar. Og þetta voru alvarleg einkenni og það má segja að við höfum kannski ekki lesið okkur sjálfa nægilega vel og þetta hafi komið okkur óvart því að við vorum í svona mjög góðu formi allir. Og það voru reyndar þeir sem voru með okkur og við vorum svona að ræða það í ferðinni hvernig við ætlum að bjarga þeim að tindunum ef til vandræði komið. Þeir löpuðu upp á nokkura vandræða. Og þetta svona kom dálítið aftan á okkur sem læknum og upp frá þessu höfum við stuðlað að svona aukinni fræðslu. Þetta bara mikilvægt hlutverk prófessora og yfirlækna að miðla svona til almennings á mannamáli ýmsu sjúkdóma og reyna auðvitað að fyrirbyggja sjúkdóma. Og það það sem kannski meginverkefni okkar hérna og þetta sameinast auðvitað og samtvinnast einu okkar stærsta áhugamáli sem útivera og svona náttúruvernd. En maður getur ekki fengið Háfjallaveiki á Íslandi samkvæmt skilgreiningu þegar hún yfirleitt ekki talin koma við sögu fyrr en í 2500 metra hæð nema fólk hafi þá einhvers konar undirliggjandi sjúkdóma. En þetta eins og þú veist með súrefni að þetta svona í veldisfalli. Þannig að allir eins og toppi Everest sem 8.800 metrar rúmir á hæð, þá bara 1/3 af súrefnismólekúlum í 1 lítur af innönduðu lofti miðað við það sem við sjáum. Þannig að ef ég myndi til dæmis koma þér fyrir á toppi Everest núna án nokkurra aðlögunar, þá myndið þú bara deyja á nokkrum mínútum. En menn hafa komist og gerði það fyrst 1978 án viðbótarsúrefnis á toppi Everest, en þá lá líka baki kannski 6-8 vikna hæðaraðlögun í hæð, upp og niður fjallið. Og þetta
hægt en þetta hættulegt og flestir nota alltaf til að komast á Everest notaði viðbótarsúrefni til að svona minnka áhættu. Ég að vinna með súrefnisskort í vinnunni hjá sumum sjúklingum, þar sem að lungun til dæmis bila eða hjarta. Og þetta hefur veitt manni svona innsýn það sem að gerast á fjöllum í klínísku vinnuna líka. Þannig að þú veist, þetta var alveg sérlega gaman að vinna þessum bæklingi vegna þess að við vorum allir svona gíraðir í þetta, við erum að gera þetta í okkar frítíma á þess að taka neitt greitt fyrir þetta en það ekki markmiðið til þess að fólk fari ekki á háfjall. Þetta stórkostleg reynsla bæði að vera á skíðum og labba eða hjóla í svona mikilli hæð. Til dæmis ég var í Nepal núna í haust, þetta bara lífið verður ekki samt á eftir og koma á Kilimanjaro og kynnast Afríku. En það svo mikilvægt að gera það án þess að lenda í kröggum og með því að lesa þetta fyrir slíka ferð þá minni líkur og meiri líkur að þú fái meir út af ferðinni. Og gaman líka að læra að hlusta á líkamann.